Sjálfbærni að nýta eitthvað, til dæmis auðlindir jarðar, ekki meir en svo að komandi kynslóðir hafi sama möguleika á að nýta þær eins og við. Við getum hugsað sjálfbærni, þetta er stundum kallað sjálfbær þróun, á margan hátt. Við getum ímyndað okkur landsvæði sem við ætlum undir skógarhögg og þá er búið að planta hérna fullt af trjám. Þau vaxa upp, en þá erum við með allt svæði undir og þegar við höggvum tré hér, þá er eitthvað annað svæði þar sem við plöntum trjám í staðinn sem vaxa svo upp. Þannig að við höggvum aldrei meir en svo að svæðið allt ná að endurnýja sig. Það væri sjálfbærni. Sjálfbærni fælst líka í því að skilja ekki eftir sig eiturefnið eitthvað annað sem skemmir jörðina þannig að það sé ekki hægt að rækta eitthvað eða gera eitthvað eins og til dæmis að planta trjám. Við mögum ekki ganga á forða náttúrunnar, við mögum ekki nýta þessar auðlindir á óhófsaman hátt og við þurfum að passa að þetta virki allt fyrir komandi kynslóðum. Það hafa verið haldnar loftslagsráðstefnur, til dæmis í Ríó í Brasilíu, í París og núna síðast í Glasgow, þar sem að þjóðir heims að reyna að koma sér saman að minnka losun á til dæmis gróðurhúsalofttegundum og það er hluti af þessari sjálfbærni. Því að jörðin eins og hún eða hegðun mannkyns, hún ekki sjálfbær.